Æja Magga, annað tap staðreynd að getur talað um hvernig þið byrjuðu versus hvernig þið kláruðu leikinn? Já, náttúrulega vorum alveg svakalega heitar þarna í byrjun, en það var líka kannski út af að við vorum búin að tala um það, því að það var sem sagt vesen í síðasta leik, þá við byrjuðum illa. Þannig að við náum einhvern veginn alltaf að setja tappan í eitthvað og þá opnast annað. Það er kannski bara eins og þetta múklið. Að fókusinn hann helst í einhvern ákveðin tíma og svo dettur hann eitthvað. Ég hefði reyndað viljað sjá bara stelpurnar ekki láta ýta sig svona langt út úr öllu og Valsstúlkurnar spiluðu brjálan vörn að mínu viti og þú veist, þetta er akkurat svona eins og ég vill að mín lið spili vörnina því að það er ekki hægt að dæma á þetta. Það er allir að brjóta, það er ekki hægt að dæma því að þetta er bara kaos og þetta er geggjað töff og mér finnst það ofboðslega skemmtileg vörn. En að því sögðu, þú veist, þær eru að spila svona á æfingu og fá leyfi hjá mér, byssuleyfi og ég er dómarinn á æfingum, það er engin annar sem fær að dæma og það er bara slegist, það er bara blóð, svít og tár og þannig að ég svona nú er bara pressan á þeim að fara að mæta svoleiðis í leiki hætta að pæla í einhverjum, þú veist, leiklutum, fyrsta eða þriðji eða fjórði býtar engum máli, bara vera frá fyrstu mínútu þann til enda því að þær eru í úthaldi til þess, við erum með leikmenn til þess, skiptingar og jú, svo náttúrulega kannski pressa það sem að koma inn á að leggja eitthvað til málana, sérstaklega sóknarlega og því að það hreinir svo sem ekkert vörnin en það verður náttúrulega eitthvað að gerast í sókninni. Já, þannig að eru einhverjar áherslur fyrir næsta leik þá? Já, við erum náttúrulega búin að spila leik við KR, unnaðar en að því sögðu, þær eru náttúrulega í svakalegri uppsveiflu, þær voru að vinna Snæfell núna efsta liðið þannig að við erum náttúrulega bara að fara að mæta þar eins og alla aðra leiki en alltaf að reyna eins og ég segja, að setja tappa í götin og ég veit ekki, vonandi er bara búið að finna öll götin og búið að tappa í þau því að þetta er svo sem kom okkur ekkert beint kannski á óvart eða ætti ekki að gera það en við vorum með allt og marga tapaða bolta og ég meina bandaríski leikmaðurinn okkar, hún Kelly, eins og yndisleg hún er og hún veit það, hún var með allt og marga tapaða bolta og svona í blálokinn þá býtti þetta kannski ekki öllu máli, ég var ekkert, þú veist, að svitna yfir því en ég langar bara að það er hlaupi líka kerfin sem ég er að setja upp, sem ég er að kalla. Það eru svolítið svona viltar. Þú veist, maður er búin að kalla ákveðin leikkerfi og það er stundum svolítið að lemja það inn í þér. Það er kannski búin að eyða 1-2 sóknum í einhverju vitleysu áður en það er hlaupa, það sem átt að hlaupa, sem virkaði. Þú veist, þannig að maður hugsa, hefði það bara gert það strax. En í svona klósleikjum þá náttúrulega bara munar allt, í svona, eins og ég segi, hörkuleikjum. Hvort heldur að við þyngra í lokin vörnin hjá Val eða svona sóknarþurðin hjá ykkur? Það sem að vóg þyngst hjá okkur í lokin er það að þegar við erum að fara tilbaka, koma okkur tilbaka í vörnina, að þá erum við ekki að pika mennina sem að ég hef búin að skipuleggja eða klukkutíma mín að segja að það er eigendekka, heldur velja bara næsta mann sem að opnaði fyrir skotunum fyrir utan því að þá fyrir einhver að hugsa, shit, þetta átti ekki að vera svona og fer í æði að fara að hjálpa þegar þurfti ekki að hjálpa og það riðlast bara allt. Þá bara halda sér betur við leikskipulag. Allavega, það er það sem að þjálfari vill. Ég bara vonum þá bara að það gangi betur upp í næsta leik. Já, Takk fyrir það. Því er ekkert annað. Takk.